Já, enn höldum við áfram með Evrópuumræðu. Ég ræddi hér í síðustu viku við konu sem af erlendubergi brotin og ég vildi fá að vita hvernig svona henni finnst að fylgjast með umræðu okkar Íslendinga í aðdraganda Evrópukosningar. Það mikil skautun og það kominn annar gestur sem fæddur utan Íslands. Hann fæddur í Frakklandi. Ég ætla að byrja á því að ræða við hann hvernig hann sjái hina íslensku skautun umræðunar og hérna hvaða skýringar hann hafa á því. Hann sjálfstætt starfandi blaðamaður, búinn að ljúka námi í blaðamennsku hér á Íslandi frá HÍ, talar góða íslensku. Hann heitir Jean-Rémy Charer, eitthvað nálægt því. Nákvæmlega. Var þetta í lagi? Mjög gott. Sæll og blessaður. Sæll. Og velkomin að Rauðaborðinu. Takk fyrir. Sko, þú hefur látið til þín taka í Evrópuumræðunni. Ég hef séð að þú hefur verið að skrifa og þér ekki sama. Þú verðist vera með einhvers konar ástríðu fyrir því hvað við gerum næstu helgi. Ég minntist á skautununa og ég minntist á tilfinningarnar sem eru meðal Íslendinga. Það kann að vera að þú kannski kannast við íslensku spekina glöggt gests augað. Já. Það kann að vera að sjónarhorn utanfrá að hvað langt síðan þú komst til Íslands? Það 22 ár síðan. 22 ár. Það kann að vera að þú sjáir hlutana einhverju leyti með öðrum augum heldur en við. Hvað heldur þú að skýri skautunina sem að þú verður var við í umræðinu á milli já og neyjara núna, einkum? Já, ég hef upplifað þessa skautun líka sjálfur og ekki bara núna, heldur bara mjög lengi alveg síðan ég kom hingað. Ég held að þetta mál hafi alltaf verið mjög heitt á Íslandi. Já. Og það eitt að velta fyrir sér hvers vegna, en líka bara almennt, hvað það sem veldur skautun almennt í öðrum málum líka. Og það svona ýmislegt sem við getum velt fyrir okkur, en ef við berum okkur til dæmis saman við Bandaríkin, að þar líka mikil skautun í sömu málum, en ekki endilega í sömu málum. Og það eru tveir bandarískir stjórnmálafræðingar sem hafa einmitt skoðað svolítið hvernig lýðræðið virkar í Bandaríkjunum og skrifað bók þetta sem heitir Democracy for Realists. Og það sem þeir eru að spá í að við erum með það kenningar hvernig lýðræðið á að virka. Að það á að virka þannig að við kynnum okkur málin og leitum upplýsinga og myndum okkur skoðun út frá því. Já. En svo fer maður að skoða hvernig raunveruleikin virkar og svo sér maður alls konar merkjum að það sé ekki alveg að virka þannig. Og þessi tveir fræðingar tóku dæmi umræðuna fóstureyðingar eða þungunarrof í Bandaríkjunum. Þar sem mikil skautun þar þetta mál sem ekki aftur á móti til dæmis á Íslandi. Af hverju ekki? Sára lítil. Og þeir fóru að skoða einmitt þetta dæmi og söguna á bakvið það hvernig þetta var til þessi skautun. Og það var á 7. áratugunum, þá var ekki svo mikil skautun að þú gat spurt demokrata hvað þeim fannst þetta mál og svo republikana. Og það var ekkit svo mikil munur, það var svona kannski 50-50 eitthvað svo leið, okay. Og svo byrjaði þetta mál að verða að pólitísku máli eftir að einhver dóm hæstaréttar þar. Og þá byrjuðu hlutinir að breytast og svona kannski 15-20 árum síðan þegar þetta var skoðað aftur og aftur menn spurðir aftur hvaða afstöðu þeir höfðu. Þá allt í einu voru allir demokratar öðrum megin við línuna og svo öfugt. Þannig og það er það sem held ég við erum að tala þegar við erum að tala skautun. Það ekki bara það að það séu mismunandi skoðanir, því það fullkomlega eðlilegt. Það þegar að þetta verður þannig að kannski einn flokkur eða vinstri flokkarnir eru allir á einum stað en hinnir á öðrum stað og eins og Gunnar Smári hefur bent á að skoðanakannanir sína á Íslandi að þeir sem aðhyllast þeim flokkum sem eru í ríkisstjórn eru kannski 85% já megin og móti hinnir sem eru 85% nei.
og það þessi skautun sem svolítið skrítin að því maður myndi ætla að það væri til fólk báðum einn sem ætti að vera annarkvort með það á móti, skilur, af hverju ætti hægra fólkið allir vera á móti og öfugt. Og þetta mann í hug sko að umburðarlindið inn í stjórnmálaflokkunum sé bara minna en það var. Já, og það sem gerist þarna með þungunarof í Bandaríkjunum að stjórnmálaflokkanir byrjuðu að taka mjög skýra afstöðu og það hafði gríðarlega áhrif. Og þá fóru þessir tveir fræðingar að skoða hvað gerist hjá fólki til dæmis sem var frekar hlýnt meira frelsi til að fara í þungunarof en sem var í republikanaflokknum. Hvað gerist það fólk? Fór það þá yfir í demokrataflokkin eða hvað gerist? Og það sem gerist mjög oft að fólk einfallega bara skipta skoðun til þess að fylgja flokknum, til að vera fyrst í hópnum sem sagt. Nema það gerist hjá sumum að þau ákveðu frekar að skipta flokk og halda sig við sína skoðun og það var miklu frekar konur sem ákveðu að skipta flokk. Já, það. Og hvers vegna var það líklega að því að fyrir konur er þetta miklu meira svona mál sem snerti þær miklu meira beint í rauninni. Þannig að þær taka meira afstöðu út frá persónulegum frá eigin persónu. Hvað eru mínir persónulegi hagsmunir frekar en hvað flokkurinn minn segir, skilur. Og þetta kannski þessi skautun hérna á Íslandi ESB, hún endurspegla það kannski í fyrsta lagi að margir bara kjósa svolítið eftir því hvað flokkurinn þeirra kýs eða hópurinn sem þau tilheyra kýs. Ef allir vinni mínir kjósa já, þá kýs ég líka já og öfugt. Og svo annars vegar það að fólk kannski tengir ekki endilega þetta mál við sitt daglega líf, upplifir það ekki að það skiptir miklu máli, þannig að það ákveður frekar að kjósa já eftir þessum flokkslínum. Og þá má velta fyrir sér hvort það var ekki betra ef að flokkarnir myndu bara sleppa því að blanda sér í svona þjóðaratkvæðagreiðslur, að því við sjáum að það veldur svo mikla skautun. Og það einmitt það sem að Írar gerðu þegar þau héldu þjóðaratkvæðagreiðslu aftur þungunarof fyrir nokkrum árum, að því þau voru með ákvæði í stjórnarskráni sem að bannaði nánast í öllum tilfellum þungunarof. Og þetta var mjög erfitt pólitískt deilumál og þau ákváðu að fara í svona þjóðaratkvæðagreiðslu, nema í staðinn fyrir að það væri einhver flokkur, einhver ríkisstjórn sem að tæki að sér að fara í þetta mál og tala fyrir jáið eða neið eða eitthvað sem það að þau fóru í borgaraþing sem ekki þannig að allir landsmenn hittast á einum stað, heldur eru valdi lítill hópur borgara valinn af handahófi yfirleitt og þau eru beðin að hugsa málið og reyna að komast að niðurstöðu og koma með hugmyndum hvernig mætti leysa þetta mál. Og það var gert og það endaði með því að það fór síðan í þjóðaratkvæðagreiðslu og frekar stór meirhluti sem kaus fyrir að afnema þetta ákvæði úr stjórnarskrá sem bannaði þungunarof í nánast öllum tilfellum. Og það var ekki þessi mikla skautun að því að stjórnmálamenn heldur sér til hlés. Það var ekki þetta hápólitískt mál allt í einu eins og núna ESB, þannig að það var ekki spurning fyrir stjórnarandstöðu til að koma höggi á ríkisstjórnina með því að þyrla upp rykki og svona alls konar hluti. Þetta mjög áhugavert sko, því að hér á landi verðum við vitni að því að formaður Sjálfstæðisflokksins, Guðrún Hafsteinsdóttir, hún beitir sér á mjög miklu þunga. Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, gerir það líka þótt hún hafi ekki alveg sama slagkraft af því hún ekki þingmaður kannski. Við höfum séð Þorgerði Katrínu eðlilega, svona fylgja þessum máli töluvert úr héraði. Kristrún Frostadóttir hefur líka gert það en hún segist aðalega vera hlusta frekar en að predika. Það einn flokkur samt sem svona þar sem að virðast vera alls konar skoðanir innan borðs og það einn hópur fólks sem að getur ekki
sett svona fyrirfram fingurinn á það að hérna einhver aðil úr hópnum sé með tiltekna skoðun. Það eru vinstrimenn. Vinstrimenn eru sundraðir, ef maður getur sagt sem svo. Já. Og það er flokksins líka, þar er svona 50-50. Það er ekki mikla einmitt, takk fyrir að hérna nefna hann. Ég glemdi honum. Þar er þetta svona 50-50. Þar heyrum við engan tala sterkt fyrir jái eða nei núna. Þau bara leyfa þessu svona. Það er eins og þau hefur tekið þátt í þessu samkomulagi að sem mástu tala í Írlandi að flokkarnir ætla ekki að vera beita sér í umræðinni. En hvað heldur að skýri sko ef við tökum VG að hérna sumir í VG eru bara harðir í neyinu, aðrir eru bara töluvert harðir í jáinu. Hvað heldur að sé að gerast þarna? Já, það er góð spurning og það sem ég var að tala það getur verið ein skýring en það getur líka verið aðrir skýringar af hverju eitt mál verður mjög heitt frekar en eitthvað annað og það var einmitt sagfræðingur sem var í viðtali hjá ykkur, Guðmundur Hálfdanarson, sem bendi á líka hvernig sagan og sjálfsmyndin okkar getur haft áhrif á hvernig við umgöngumst svona mál. Og þetta er eitt kannski sem ég hef upplifað svolítið sem hérna innflytjandi að þjóðernishyggjan er svolítið öðruvísi hér og kemur oft mjög sterkt inn í akkurat þetta málefni. Já. Kannski að því að í Frakklandi og Þýskalandi þá eru Evrópumálin kannski hluti af ákveðin sjálfsmynd okkar þar sem þetta hörmulega stríð er fast greift í minni okkar og allir meðvitaðir að þetta snýst fyrst og fremst ekki að stunda ábætt sem viðskipti og allt þetta sem fylgir því ekki það er líka hluti af þessu skilur náttúrulega að auðvelda viðskipti með því að fella niður dolla og svoleiðis en það fyrir okkur snýst þetta ekki bara það. Nei. Þetta var alltaf snúist líka að efla samstöðu og koma í veg fyrir svona endalaus samkeppni sem endar svo gjarnan í útsköpum. Aðalmálið friður og það gleymist til dæmis mjög oft að ég heyrði engin nefna það hérna á Íslandi þegar við erum að tala evruna þá erum við að nálgast þetta fyrst og fremst út frá viðskiptum hvernig kemur það út fyrir efnahagslífið fyrir peningalega hagsmuni okkar en hugmyndafræðin á bakvið evruna það snerist ekki bara að auðvelda viðskipti hugmyndafræðin var svo að þessar þjóðir eins og Frakkland og Þýskaland og fleiri höfðu verið að því að einmitt að fella gengið reglulega til þess að auka sína samkeppnishæfni gagnvart öðrum þjóðum. Og þetta var hluti af þessari samkeppni sem að þú ert alltaf í rauninni að grafa undan nágranna þínum til þess að bæta þína eigin stöðu. En á endanum tapa allir á því, skilur við. Þannig að evran vil líka hluti af þessu. Þetta er ein tegund af orrustum. Já, svona viðskiptastríð. Já, og þá fellaggingið að því menn segja oft ef við erum ekki lengur með krónunni þá getum við ekki lengur fellaggingið til að auka okkar samkeppnishæfni. En þetta er einmitt dæmi lausn sem er bara á kostnað annara. Að því hún virkar bara ef við gerum það en ekki hinir, skilur við. Ef allir fellaggingið hjá sér eins og við þá erum við ekkert betur sett heldur en hinir, skilur við. Já, það er gaman að heyra þig koma inn á þetta og að því þú vitnaði þetta spjall við Guðmund Hálfdanarson sagfræðing sem ég einmitt ræddi nú við já, var það ekki bara í síðustu viku kannski fyrir 2 vikum þá sko að því við erum að tala skautun og við erum að tala tilfinningar þá voru margir sem hrósuðu Guðmundi fyrir að tala eins og hann talaði en ég sá líka mjög svona ljót ummæli það að hann væri að svíkja íslenska þjóðarsál. Já, þetta er svo heitt að því að þetta er hluti af þessari sjálfsmynd og þetta er mjög áhugavert að þessi saga fortíð Íslands. Ég held hún hafi haft mjög mikil áhrif hvernig sagan hefur verið sögð, hvernig við höfum skilgreint ákveðið tímabil í sögunni sem hnignunar tímabil. Það er mitt sagfræðingur sem skrifaði bókum þetta Axel Kristinsson
og hann spyr hnignun, hvaða hnignun? Af því hann segir, þegar við skoðum þetta út frá vísindunum, þá ekki að sjá að við það að Íslendingar gengu Noregs konung á hönd, að það hafi valdið neinni hnignun. En þetta hefur orðið svona ákveðin góð sögn og ef maður svona reynir að þjappa saman þessa íslenska sögu í mjög stuttu máli, að hún hljóma svolítið eins og hún snerist það að leið og við byrjum að tengjast öðrum, þá gengur okkur verr. Og leið og við slítum samband við aðra, þá gengur okkur mjög vel, skilur. Og ef þér hefur verið kennt þetta í skólanum í 100 ár, þá svolítið skiljanlegt að þú sé svona tortrygginn gagnvart því að fara í samstarf við aðrar Evrópuþjóðir. Og þess vegna urðu náttúrulega algjörlega brjáluð í seinni heimsstyrjöldinni þegar komu þúsundir erlendra hermanna og fóru að reyna við stelpurnar okkar. Já, svo var það náttúrulega, sem bæti ekki úr skák. Nei. En þannig að við höfum þessa hugmynd af fullveldi sem snýst svolítið það að aðrir séu hættulegir og við þurfum að vara okkur á þeim. Aðrir eru stór hættulegir. Já, þeir eru mjög hættulegir. Og það gengi mjög langt í að tala hennan Evrópu heim sem bara eitthvað kviksyndi. Þú skrifaðir einmitt grein sá ég hvort ESB væri hnignunar fasa, þú veist að tengja það olíu. Segðu okkur aðeins frá því. Já, þetta eitt sem kemur mér oft í þessari umræðu og það sem ég finnst pínulilegt við það að allir segja, margir segja það eru efnahagslegir erfiðleikar í Evrópu sem kallað stöðnun, það kallað hnignun og svo þeir sem að tala fyrir jáið reyna að draga úr því og segja nei, þetta ekki alveg svo slæmt. En mér finnst meira að vanta umræða hvað eiginlega að gerast og af hverju, skilur við. Það alveg rétt. Þú tengir þetta hagvexti, einhverju liti? Það alveg rétt sem mann mynda á að hagvöxturinn minni í sögulegu samhengi í Evrópu, minni en hann var og hann minni en til dæmis í Bandaríkjunum eða í Kína eða annars staðar. Og engin hagvöxtur í Ítalíu? Já, í Ítalíu engin hagvöxtur búin að vera í 20 ára eða eitthvað svoleiðis. Það ótrúlega staðar? Já. Menn vísa endalaust í þetta en enginn veldi fyrir sér hvers vegna það. Það reyndar það svona ýmsar kenningar en mér hefur alltaf fundið þessar kenningar ekki sannfærandi. Ein kenning sú sem hendar náttúrulega nýhliðinni mjög vel að þetta sé allt Evrópusambandinu að kenna, sem sagt það þunglamalegt regluverk og slæm efnahagsstjórn og ég veit ekki hvað evran og allt þetta. Bírókratían, lami, frumkvöðla kraftinn og eitthvað svoleiðis, við þekkjum þessa sögu. Skoðum þetta. Hvernig gengur Bretum sem eru nú gengnir út úr sambandinu? Gengur þeim betur í að fá hagvexti? Alls ekki. Það nákvæmlega sama vandamál þar. Við getum tekið annað dæmi, Japan. Þar hefur verið stöðnun í 20-25 ár líka. Japan tengist Evrópusambandinu ekki neitt. Þannig að, og svo getum við líka skoðað innan sambandsins. Ef þetta væri allt Evrópusambandinu að kenna, þá myndi maður búast við að það væri allstaðar stöðnun, en það alls ekki. Í Pólandi hefur verið 4% hagvöxtur sem alveg gríðarlega mikið. Það voru tvöfaldast hagkerfi Póllands á síðustu 20 árum eftir að það gekk í sambandið. Þannig að hvernig ætlum við að útskýra þetta ef við ætlum að kenna ESB allt? Það gengur ekki. Svo við getum skoðað aðra kenningar sem ein kenning svo að fólksfjölgun hafi hægt á sér. Við eignum færi börn núna og sérstaklega í sumum löndum Evrópu, eins og Ítalíu, nánast engin fólksfjölgun, þannig að kannski bara vantar starfsfólk í þessum löndum til þess að vinna og búa til hagvöxt. En hvernig fer það saman við það að í þessum löndum á sama tíma mjög hátt atvinnuleysi? Það engin skortur á starfsfólki, það mikið atvinnuleysi. Og svo aftur getum við ekki dæmið Póland. Þar
þeir eru með minnsta fæðingatíðni í Evrópu. Samt hefur verið mikill hagvöxtur þar. Þannig að þetta getur ekki heldur útskýrt af hverju lítill hagvöxtur. Þriðja kenningin svo að það vantar nýsköpun. En þá spyr maður aftur af hverju vorum við góð í nýsköpun á árunum eftir stríð. Því fyrstu 20-30 árin eftir stríð það var gríðarlegur hagvöxtur í Evrópu. Það var að meðaltali 4% sem alveg út af tvöfalda hagkerfið þitt á 15 ára fresti, eitthvað svoleiðis. Þannig að af hverju vorum við svo góð í nýsköpun þarna eftir stríð og svo bara allt í einu dettur allt niður. Það engin sérstök ástæða til að ætla að þetta ætti að vera svona allstaðar á sama tíma, skilur. Þannig að þetta bendir allt til þess að það eitthvað kerfislægt frekar í gangi. Þetta ekki heldur að það hefur verið slæm efnahagsstjórn því að þessi lönd eru öll með mjög misjafna efnahagsstjórn. Það ekki eins og það sé bara ein stjórn allstaðar eins. Og það sem gerist ef maður skoðar oljuframleiðslu í heiminum að það var mjög mikill vöxtur í oljuframleiðslu á árunum eftir stríð 7,5% á hverju ári sem að framleiðslan jókst. En svo verður oljukreppa eiginlega 2 oljukreppur á 8. áratugnum sem verður til þess að allt í einu hættir þessi vöxtur í oljuframleiðslu og það veldur mikla verðbólgu, mikið atvinnuleysi, alveg eins og núna við erum að sjá og þetta gerist alltaf þegar oljuverð hækkar, það veldur verðbólgu og eftir það þá jafnast hún sig aðeins, oljuframleiðslan, hún byrjar aðeins að vaksa aftur en ekki næri því jafn hratt og áður, hún vex kannski 2% á ári eitthvað svoleiðis næstu áratugina eftir oljukreppuna og fram að cirka 2000 og svo eftir 2000 þá verður smátt ennþá meiri sem sagt meiri samdráttur í vexti sem sagt, það er minni vöxtur, það ennþá vöxtur en miklu minni vöxtur og við sjáum að hagvöxturinn í Evrópu hann fylgir meira og meira þessari þróun og þetta svo sem ekkert skrítið að því að öll okkar hagkerfi eru mjög háð olju við flytjum vörur með vörubílum, skipum, flugvélum sem allt gengur fyrir olju og það að stækka hagkerfi það þýðir bara auka framleiðslu en þú getur ekki aukið framleiðslu ef þú ekki með orkugjafan til þess þannig að við ættum miklu frekar að vera velta fyrir okkur hvað þetta þýðir fyrir framtíðina mun oljuframleiðsla halda áfram að draga saman og hvernig? Er það ekki augljóst í umhverfislegu tilliti? Já, það er augljóst að ef við værum að taka umhverfismál alvarlega þá ættum við að vera að draga úr en hins vegar höfum við ekki verið að gera það og við erum ekki með neitt í rauninni raunhæft plan hvernig við ætlum að gera það. Það er svolítið vandamálið. Okay. Og þetta þýðir að í rauninni þetta mun gerast hvort sem en ekki á okkar forsendum heldur á forsendum jarðfræðinnar sem miklu verra því að þá ef við erum ekki undirbúin og ef við erum ekki búin að gera ráðstafanir þá veldur það bara til dæmis verðbólgu, atvinnuleysi og alls konar vandamál sem við erum síðan að rífast endalaust hvernig eigi að leysa en eins og ég segi þó ég sé sjálfur hlindur að við göngum í sambandið þá mun það í sjálfu sé ekki leysa þetta vandamál sem ég að benda á sem að hagvöxtur að vera sífellt minni út af verri aðgang að orku í rauninni og það líka það sem við ættum að tala ef við viljum tala efnahagsmál og evruna og Evrópusambandið. En í spursmálum upp í hádegismóum og þegar maður hlustar á mokamennina búti sjónvarp, þá eru þeir ofta að bera saman Bandaríkjunum og Evrópu. Þeir segja að hagvöxtur sé meiri í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu og þar séu all stærstu Sputnik fyrirtækin, nýsköpunarfyrirtækin. Þetta sé bara dauð hönd þarna í Evrópu. Umfram það sem að þú ert að segja, sem sagt. Er þetta bara ruglega? Já, aftur svona sannleikskorn í þessu. Það alveg rétt að það hefur verið meiri hagvöxtur
í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu, en þá var aftur spurning af hverju. Bandaríkjamenn hafa tvöfaldað sína oljuframleiðslu á aðeins 5-6 árum frá 2010, 2015 eitthvað svo leys. Auðvitað ef þú ætlar að skilur tvöfalda þína oljuframleiðslu og ætlar að vera aftur fyrsti oljuframleiðandi í heimi, það er auðvelt að búa til hagvöxt þannig í smá stund en þetta er algjörlega ósjálfbært í rauninni til framtíðar. Hversu lengi það endast síðan önnur spurning og hversu vel það fer saman við okkar markmið að draga úr losun alltaf er líka svolítið stór spurning, þannig að jú, það getur bent á það en jáfnvel þó við hefðum viljað gera eins og Bandaríkjamenn þá erum við í Evrópu ekki með þessa oljuauðlind, þannig að við getum ekki gert það. Við erum með smá olju í Norðursjó, framleiðslan þar hefur verið að draga saman helming síðan 2000, helming og þetta er ekki nema lítill hluti af því sem við þurfum af olju sem við erum að framleiða hana í Norðursjó, þannig að við þurfum líka að flytja inn mjög mikið af olju, þannig að já, þetta er engin töfralausn náttúrulega og svo má líka bæta við náttúrulega að hagvöxtur í sjálfu sér segir ekki alla söguna í Bandaríkjunum þá held ég að það séu mjög stóri hópar fólks sem hefur bara alls ekki orðið var við þennan hagvöxt af því það er mjög lítill minni hluti sem að nýtur góð af þessu til dæmis með gervigreindina þá er það fyrst og fremst þessi fyrirtæki sem hafa verið að eins og ChatGPT og fleiri fyrirtæki sem hafa verið OpenAI sem hafa verið að þú veist þeir sem hafa fjárfest í þessu og eru kannski að gera það gott en þú veist almúginn í Bandaríkjunum er ekkert betur sett út af OpenAI heldur en áður. En verða þá lífsgæði, verður kakan minni fyrir okkur til dæmis ef við göngum í gegnum þennan fasa að við bara hættum að nota olíu, það verður komið eitthvað annað í staðinn að einhverju leyti mun þetta þýða núna einhver áratugi þá sjáum við bara fram á samdrátt og að hægja á öllu. Já, góð spurning. Sko, þá er allt spurning hvernig við skilgreinum lífsgæði og hvernig við skilgreinum heilbrigt hagkerfi. Við erum vanist núna því að skilgreina heilbrigt hagkerfi sem hagkerfi sem vex. Þannig að svo lengi sem það er hagvöxtur, það þýðir að allt gengur vel. Ef ekki þá er það óheilbrigt. Og þetta er svolítið vandamál í sjálfu sér. Þetta er svolítið eins og að segja til þess að mæla hvort að manneskju gengi vel, þá ætlum við að vigta hana einu sinni á ári og ef hún er að þyngjast, það þýðir henni gengur vel. Það myndi kannski vera mjög gild aðferð fyrir barn, af því barn þarf að vaksa, þannig að það verður alltaf þyngra og þyngra. En svo þegar þú ert komin yfir 20 ára, þá er það ekki lengur góð aðferð til að mæla velgengni mannesku, hvort hún sé að verða þyngri og þyngri, það er öfugt. Og þetta er svolítið sama vandamál með hagkerfið. Hagkerfið sem að vex endalaus, það er hagkerfið sem þarf sífellt á meiri orku að halda. Og þegar við erum að segja að við þurfum að draga úr notkun á jarðefnaeldsneyti, það þýðir þvert á móti við þurfum að draga úr orkunotkun, þannig að þetta fer ekki saman. Og við þurfum að komast út úr þessari hugsun sem segir að við þurfum endalaust að vaksa, annars gengur okkur ekki vel. Og það er ekki auðvelt, en við þurfum að einhvern veginn að finna lausn út úr þessu. Og svo varðandi lífsgæðin, að við erum líka vön að mæla aftur lífsgæði eingöngu út frá kaupmætti, hvað við getum kaupt mikið af hlutum. Og ef við heldum að mæla þannig, þá er alveg ljóst að alveg sama hvað við gerum eða ekki, þá mun lífsgæðin versna, af því að minni olja mun óhjákvæmilega þýða minna af alls konar dóti. Getum skoðað í þessu stúdíói hérna, mikrafótnin, hann er úr plasti, það er oljuafurð, parkettið, það er úr oljuafurð, málning, það er oljuafurð, það er alls staðar olja í þessu og svo er þetta allt flutt inn með dækjum sem nota olju. Þannig að það er ljóst að í heimi án olju verður ekki eins mikið af hlutum.
Þannig að þetta allt spurning að núna forgangsraða og velta fyrir sér kannski eitthvað af þessu sem ekki svo mikilvægt sem við getum lifað án, skilurðu. Mæltum hana heilastur. En við þurfum að komast úr þessari hugsun sem segir að betra líf þýðir meira af dúti. Síðan hérna kannski rétt í lokin munurinn á því að vera Frakki. Þú ert hluti á stórþjóð, mjög mannmargt ríki, alls konar menningarheimar eða einsleit pínlítil þjóð norður í raskati. Hérna ekki alveg ljóst að sko við fórum aðeins inn á svona skautunina þannig upphafi umræðunar og hvernig við erum en ekki alveg ljóst að þetta eru bara tvær hérna svolítið, þetta eru tvö ólík mengi. Já. Eða hvað? Þetta svolítið eins og að horfa á glas og spurja sig hvort það sé hálf tómt eða hálf fullt. Við erum auðvitað ólík en svo erum við líka á sama tíma mjög líka mörgu leiti. Og eins og ég horfi á það, þú segir við erum stór þjóð, það rétt í samanburði við Ísland, þá Frakkland stór þjóð, en í samanburði við Kína og Bandaríkin, þá erum við mjög lítil þjóð og höfum oft bara mjög lítil áhrif í alþjóðamálum þegar við erum að reyna að beita okkur og þetta ein ástæða þess að margir vilja vera hluti af stærri heild í Evrópusambandinu. Það vegna þess að allar þessar Evrópuþjóðir eru í stóra samhenginu í rauninni bara hópur af litlum þjóðum sem að hafa kannski meira hagsmuni að því að vinna saman þegar kemur til dæmis að því að verja gildi sem snúast lýðræði, mannréttindi, að það undir högg að sækja hvað það varðar. Þannig að ég held við ættum frekar að horfa á það sem að sameinar okkur, sem að gera okkur eins frekar en heitt, sem gera okkur ólíka. En hvað hæft í því að Frakkland sé á hausnum? Ég veit ekki hver að halda því fram. Því haldið fram í Evrópuumræðinni. Það hljóms einn gæi sem að dritar hérna því að þjóðar skuldir Frakka séu orðnar alvarlegt mein og bara þeir séu bara gjaldþrota. Já, þetta aftur eitt dæmi svona sögur sem menni halda sannleik skort en eru að íkja á sama tíma allt og mikið. Það rétt að það er miklar ríkisskuldir í Frakklandi og aftur við vorum að tala oljukreppur áðan að þetta mein sem kom fram akkurat eftir oljukreppurnar kreppunum. Allstaðar í Evrópu þá byrjaði skuldsetning ríkisins að aukast, ekki bara í Evrópu, í Bandaríkjunum líka. Og það líka áhugavert að velta fyrir sér hvers vegna. Og þetta hefur aftur að gera með hagvöxtinn að þetta eins og þú Björn, að þú væri vanur að fá alltaf launahækkun á hverju ári, segjum bara 10% launahækkun. Þú myndir kannski venjast því að kaupa alltaf fleiri hluti og stækka alltaf við þig, kannski húsnæðið og kaupa stærri bíl eða hvað sem það skilur. Og svo allt í einu hættir launaseðlinn þinn að hækka, launin þín. En þú bara svo vanur að fá alltaf meira og meira að þú vilt halda því áfram. Þannig að hvað gerir þú þá? Þá tekur þú lán, skilur, notar vísakortið og dreifir greiðslunum eða eitthvað svoleiðis til þess að geta haldið áfram að gera það sem þú ert vanur að gera. Og það það sem að gerast einmitt í Evrópu og víðar. Bandaríkjunum líka eru mjög skuldsett. Að menn vilja ekki hárast í augu við það að það ekki lengur hægt að eyða alltaf meira á hverju ári og að því stjórnmálamenn eru í því að dreifa sleikjúum. Það eru allir að biðja eitthvað meira, skilur, skattalækkun eða hærri bætur eða hvað sem það og stjórnmálamenn eru í samkeppni vinsældir, þannig að þeir vilja alltaf halda því áfram að útdeila meira. Og eina leiðin til þess að þú ert ekki með hagvöxt, það að auka skuldsetningu.
og það þessi erfiða staða sem við erum í en það og þetta erfiða staða umhverfismáluna líka stjórnmálamaður sem segir við þurfum að mæta umhverfismálunum með íþyngjandi hætti fyrir stórfyrirtæki við þurfum að þið þurfum að gefa eitthvað tilbaka af því sem þið hafi núna til þess að við náum að halda velli það vill ekki kjósa þá Nei, og þetta er svolítið vandamál með þessa samkeppni að menn freistast til þess að lofa hluti sem eru ekki raunhæfir og passa ekki við svona önnur markmið sem við erum með en aftur að því þú nefndi þessa skuldsetningu þetta er aftur eitthvað dæmi með hvað sem tengist í rauninni ekkert ESB vegna þess að það eru önnur ríki sem eru ekki í ESB og eru líka með þetta vandamál þessa mikla skuldsetningu eins og Bandaríkin þannig að mér finnst að það oft verið að blanda saman í þessa umræðu hluti sem hafa ekkert með ESB að gera Já, en ég held að menn gera það á ásettu ráði þetta er bara áróður stríð og það, menn vita betur bara svona, það er mikil ósvífni Já, ég held að sé alveg rétt hjá þér og ég held að við komum aftur að skautun og þetta er akkurat það sem gerist þegar menn skiptast í lið og það verður svona menningastríð að þá skiptast staðreyndir ekki máli lengur það er bara hver duglegastur að berja á anstæðingin og það skiptir ekki máli hvaða rök þú notar til þess bara svo lengi sem þú nú duglur að berja á hinn Svo er ég með annan viðmælanda í dag sem heldur að ef fólk gengur of langt í þessu eins og mogginn sem bara gengur alltaf lengra og lengra þá sé það svona wake up call fyrir lesendur jafnvel þá sem að ætluðu að segja nei að þú getur líka gengið oflangt og tapir á því Já, það er röglega eitthvað til í því og þá er röglega spurning það hefur röglega öfu áhrif fyrir þá sem eru kannski óákveðin að það hefur einmitt eins og þú segir frekar fælið það fólk í burtu að vera svona harkaleg en aftur á móti má velta fyrir sér hvort þetta fólk sem er með svona með allar þessar ígjur og uppnefningar er ekki aðalega að tala inn í sinn hóp og sínum hópi hvað þau eru dugleg að berja á anstæðingin hvort þetta snýst ekki aðalega það Akkurat og já, það er vandamáli með þessa skautun er að þegar þetta er svona málið er orðið að hápolítísku máli að þá hætta staðreyndir að skipta máli og þá er spurning sem við ættum að velta fyrir okkur er hvernig er hægt að koma í veg fyrir það og þá má alveg spyrja sig hvort að þjóðaratkvæðagreiðslur séu gagnlegt tæki í þessu að því ef það kemur í ljós að það verða bara til þess að auka þessa skautun þá er ekki víst að það séu svo gagnlegar að því að aðalatriði að við hvað sem niðurstaðan verður já eða nei, að hún byggist á einhverjum staðreindum frekar en á einhverju menningarstríði. Þessu þannig að mögulega bara kaupa peningaöflin sér niðurstöðu ef það eru tvær nývöfna fylkingar og önnur fylkingin er miklu meiri pening heldur en hinn til þess að auglýsa bjaga, rugla þá tapar lýðræðið. Já, svo er það líka eins og margir hafa bent á hjá ykkur að það vantar gagnsæi í þessum peningamálum, hver að borga hvað. Þannig að þetta er líka annað vandamál sem við þurfum að skoða vel. Þetta er ekki góðu tími fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu svona mikilvæga finnst mér vegna þess að fjölmiðlar eru mjög illa í stakk búnir til þess að sinna sínu hlutverki á Íslandi í dag. Ég meina í Frakklandi þá erum við með ennþá þessi stóru stofnunir, dagblöðin og allt það. Hér eru bara með einn áróðursnepil sem allir eru hættir að taka marka á, skilur við. Bara eitt dagblað, bara svo nefnið það. Já, ég held að sé líka hluti af vandamál hvernig fjölmiðlar fjalla þetta og líka hverjir eru fengnir til að tala um málin. Ég skildi dæmis ekki af hverju það er svo mikið hlustað á einhverja forstjóra stórfyrirtækja. Maður sér ekki reyndar hér hjá ykkur en hjá sumum fjölmiðlum að þetta er eins og þetta séu einhverjir guðir sem að vita allt um allt og maður sé bara heilu þættirnir þar sem maður hefur nánast bara einhverjir forstjórar eins og þeirra skoðanir ESB sé eitthvað merkilegri heldur en skoðanir einhvers annars. Ég hef alveg jafn mikið áhuga á skoðun
Jónsson á götunni á ESB heldur en á skoðanir einhver forstjóra og Guðmunds í Brims eða einhvers annars á ESB og reyndar þegar maður hlustar á þá að maður átt að segja á því að þau hafa bara mjög lilla þekkingu á ESB yfirleitt. Myndi eftir í hug þá segir þetta, ég man svo sterklega hvernig mér leið. Ég var að vinna á Ríkisútvarpinu og þetta svona einhverstaðar á milli 2000 og 2007 og þá tek ég eftir því að þáttastjórnendur víða eru farinir að kalla til fólk í þætti, umræðu þætti, bara vegna þess að fólk ríkt. Já. En ekki vegna þess að fólk hafði eitthvað að segja. Nákvæmlega. Og þarna var það kallað fram og hilt með ákveðnum hætti í ljósi þess að það átti margar milljónir, mikla peninga, en það hafði ekkert að segja. Og ég hugsaði með mér, hér er verið að breyta íslenskri umræðuhefð. Þetta er ekki gott, ég er ekki hrifinn af þessu. Og mér finnst ágætt að vera að vinna hér því að við reynum að horfa á heiminn að neðan. En þetta sem þú ert að segja, það er þegar forstjórinn horfir niður. Hefur kannski ekki margt að segja, hallar staðreyndum, en er mjög vinsælt, dagskrárgerðar er mjög vinsælt, þetta eru vinsælir viðmælendur hjá mjög mörgum dagskrárgerðarmönnum og fréttamönnum. Og ég ætla að hrósa ykkur fyrir það að detta ekki í þessa gildru, en ég held að þetta endurspegla svolítið kannski okkar menningu. Við lítum kannski svo á að fólk sem hefur náð langt í viðskiptum að það sé eitthvað merkilegra en annað fólk. Já. Eða kannski bara út af því það á peninga, ég veit ekki hvað það er nákvæmlega. En já, þú getur verið góðu viðskiptum og vitað ekki neitt ESB eða eitthvað annað mál, skilur við. Það er líka sorglegt að þegar ég var ungur, bara förum aftur til útskriftarársins míns sem var 1985, útskriftarársins úr menntaskóla. Að þá fannst mér heimur vera þannig að þegar maður sá fallega mynd eftir myndlistamann, þá hugsaði maður með sér rosalega er þetta falleg mynd og maður bara alveg ótrúlega virðingu fyrir myndlistamanninum að hafa búið til svona glæsilega mynd. Punktur. Núna, 2026, verður þetta listaverk ekki neitt nema sem komið vermið á það. Og ef það kostar 150 milljónir, þá er þetta geðveikt flott hjá listamanninum. En annars fær það litla sem enga athygli. Þetta er bara staðrind. Heimurinn bara fór í þess átt og við þurfum einhvern veginn að ná að vinda ofan á þessu. Akkúrat, og þetta er líka hluti af þessu sem við erum að glíma við, þessara menningu þar sem að við erum að nota peninga og hluti sem stöðutákn. Akkúrat. Og þetta er líka það sem veldur þessum umhverfisvandamálum er að við teljum að til að eiga gott líf þá þurfum við að eiga mikið af penningum og hlutum. Mér finnst helst að stöðutákn fólk sem ég hitti vera heilafrumur þess. Já, það ætti að vera þannig. Og orðin, og hvernig það tjáði sig. Mér finnst það búið að vera frábært að hitta þig. Þú ert augljóslega með mjög flottara heilafrumur, mjög flottar. Ég skil ekki hvernig þú fórst að læra íslensku svona vel. Viltu segja ykkur það í einni málskræn? Já, í stuttu máli að annars vegar kannski áhugi og hins vegar heppni. Að ég var alltaf áhugasamur tungumál. Já. Og í skóla var ég oft frekar fljótur að læra erlend tungumál þegar hvort það var enska eða þýska eða annað. Og svo annars vegar heppni að þú veist að vera fæddur í fjölskyldu sem að styddi mann í náminu og gat hjálpað manni og sem að hvatti maður áfram, skilur að það hefur líka áhrif að manni gengur síðan betur og maður hefur kannski meira sjálfstraust að þegar maður hefur foreldra sem að sjálf til þess að manni gangi vel í náminu. Þannig að kannski þetta tvent áhuginn og heppnin. Og þarna minnur okkur á það að þakklætið er ótrúlega góð tilfinning ef við finnum fyrir því að við höfum ástæð til að vera þakklátt. Og muna að við gerum ekkert einn. Það eru alltaf einhverju aðri sem að hjálpa manni. Frábær loka orð. Jean Remy Serrer, kæra þakki fyrir komuna og gangið er vel með bara allt. Gaman að fá þig í heimsókn. Takk fyrir að bjóða mér og þetta var gaman að spjalla. Mjög gaman.
Ég vona að þið hlustendur áhorfendur hafi einnig notið þessarar samræðu einnar af mörgum sem við höfum staðið fyrir og tengjast Evrópumálum með einum eða öðrum hætti. Það komið að leiðarlokum í kvöld en við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld. Ég heiti Björn Þorláksson, ég þakka viðmælendum kvöldsins tæknifólki, öllum velunurum, ykkur sem deilið efni okkar og ekki síst ykkur áskrifendum, kærlega fyrir stuðninginn og samveruna. Verið sæl.